Jarðskjálftar verða vegna jarðskorpuhreyfingar. Jarðskorpan skiptist upp í jarðskorpufleka sem að hreyfast út af iðustraumum í möttlinum undir. Þegar þessir flekar eru að hreyfast þá magnast upp spenna. Þeir geta verið að hreyfast frá hverjum öðrum, að hverjum öðrum eða til hliðar við hvern annan. Og þessi spenna getur magnast upp í mörg ár, jafnvel áratugi. Síðan þegar spennan er of mikil þannig að það er ekki nægur kraftur í jarðskorpunni til þess að halda við spennuna, þá hrekkur þetta til. Við getum ímyndað okkur bara blað sem við erum að toga í sundur. Við tóum, það gerist ekki þá til allt í einu hrekkur það. Að þá kemur svona smá hristingur. Og þetta er pínu það sem gerist í jarðskjálftum. Á Íslandi verða jarðskjálftar hverjum einasta degi. Og margir jarðskjálftar, jafnvel nokkur 100 og stundum, einhver 1000 jarðskjálftar jafnvel á degi eða örfáum dögum. Flestir þeir eru pínu litlir og valda engum skaða. En annars slagið verða stærri skjálftar. Og þegar það verða stórir jarðskjálftar þá er meiri spenna að losna og þá verða oft eftir skjálftar því leið það hrekkur á einum stað þá losnar aðeins á öðrum stað og það hrekkur kannski svolítið seinna og þannig getur myndast ákveðin keðjuverkun. Flestir skjálftar verða út af þessum jarðskorpuflekum, hreyfingum á þessum jarðskorpuflekum segi ég, en það getur orðið jarðskjálftar líka út af kvikuinnskotum. En þeir eru yfirleitt ekki eins stórir og verða ekki eins stórir. Jarðskjálftar eru mældir í gráðum eða það er ákveðin svona kvarði og á Íslandi verða eiginlega ekki stærri skjálftar en 7 vegna þess að hér er jarðskorpan bara of þunn. Hún nær ekki að byggja upp næga spennu, hún losnar alltaf áður en skjálftarnir verða mikið stærri en þetta. En við höfum orðið vör við á síðustu árum og áratugum skjálfta út í heimi sem eru og yfir 9. Þannig að það eru orðnir mjög miklir skjálftar og valda gríðarlega mikilli eyðileggingu. Stærri skjálftar geta líka valdið flóðbylgjum sem hafa valdið miklum skaða.